Þakka þér kærlega fyrir. Þetta með að fara gönguferð á Tindinn og þetta með stuðning sinna nánustu, það fær mér svolítið til að leiða hugan af því sem ég sagði nú hérna, því ég var með spjall hér fyrir nokkuð síðan og að ég veit að hér eru margir aðstæðendur líka með. Ég sagði að ég væri svona ekta kallmaður að því litinu til að þegar ég yrði veikur þá yrði enginis veikur í öllum heiminum og ég ætti alveg ótrúlega bátt. Og einmitt ég þekki það, þannig að konur þekki þetta mjög vel. Og þegar ég verð veikur þá sjaldan það verður 7-13 og það kemur upp svona gömul tilfinning frá því að þegar ég var lítill strákur að þegar maður er veikur þá maður að fá malt í gleri og lakrísrör og Prins Póló og nýjasta Andrésblaðið eða litabók og mamma og komið rakan þvottaklút og sita á ennið og spyrja hvernig mér líður. Núna 60, það er kannski ekki þetta sem ég vil en ég vil fá ígildi þess, ég vil fá eitthvað út á það. Og þá segir þessi 60 út og ert þú ekki orðin full gamall fyrir þetta vinnur? Er þetta ekki svona svolítið barnalegt? Ég skal aldrei viðurkenna að ég sé barnalegur, ég skal vera fyrsti maður til þess að viðurkenna að ég sé barnslegur og ég er stoltur að því. Gjörðu svo vel, Árelía. Aðeins að heyra hvort þið heyrið í mér þannig aftan. Þið heyrið í mér, já, ég er frekar raddsterk. Já. Það er tvennt sem að... En þetta er víst fyrir upptöku. Já. En Árelía sem sitt dósent við viðskiptadeild Háskóla Íslands og ég bara tjekkaði aðeins svona á henni og ég komst að því að hún er eins og kartaflan, hún er eiginlega gjaldgeng með öllu mat. Hún er svo fjölhæf. Takk fyrir. Þá þarf ég að sjá að til þetta er nefnilega ekki gert fyrir konur. Nú hef ég engan stað til að setja þetta nema brjóstahaldarinn og það verður að vera máli. Við vorum búin að fá... Það þýttir nú ekkert að læta prestum, hann var svo snöggur að bara... Hann alveg, ok. Núna heyrið betur í mér. Komið í sæl og blessu og gaman að vera með ykkur. Ég heiti Árelía Dís Guðmundsdóttir og starfa öll í jöfnu sem dósent við Háskóla Íslands í viðskiptadeildinni þar sem ég er meira og minna að fjalla um sko fyrirtæki og lífsferil fyrirtækja og hvað það er sem að við getum lært af því. En ég hef líka verið að fást við ýmislegt eitt og annað og það sem að mér langar að segja ykkur í dag er tengist því ekki beint en þó má segja það sé ákveðin lærdómur því frá. Þegar ég fór að hugsa krabbamein að það náttúrulega fékk alveg svona hvað á ég að segja og þá var ég mynd á konu sem að er náinn mér sem að hefur mikinn áhuga á krabbameini og hún segir reglulega svona sögur, hefurðu heyrt af henni Köllu? Og ég segi, hvað er frétt? Hún er komið krabbamein. Og svo segir hún yfirlt alltaf eftir hún er búin að segja, hún er komið með krabbamein. Þá segir hún, hryllingur. Og yfirleitt sem sagt segir hún reglulega svona og svo er hún ofta að minna mig á og segir, byrju, hvað er að frétt? Þekkir þú ekki þennan? Og ég veit nákvæmlega hvað hún ætlar að segja þegar hún segir, er hann Jóni Gjörgla nálægt þér í aldri? Þá veit ég að það kemur svona, já. Og svo mjög oft kemur svona saga sem endar með, já, og þeir bara opnuð hann og loka hann aftur. Og ég hugsaði með mér þegar ég var að velta fyrir mér þessu orðið krabbamein, ég hef aldrei verið greind með krabbameini og næstu því núna langar mig að segja 7, 9, 13, sjá ég til. En ég hef aldrei verið greind með krabbameini, ég hef ótt vini og ættingja ótal marga í kringum mig sem hafa verið greindir með krabbameini. En það sem að gerist er það að krabbamein er næstu svona eins og dauði, það má ekki tala um það. Eða kynlíf, eða peningar. Við tölum ekki um þetta því þetta er eitthvað svona sem okkur finnst óþægt tala um að því að við höldum að þetta sé hluti af því sem að við getum öll einhvern veginn ef ég er heilbrigð og ef ég reyki ekki og ef ég hef jákvætt hugarfar og ef ég borða rabarbaragrass og ef ég borða hveitigrass og ef ég, þið vitið, er góð stelpa og bið til Guðs á hverju kvöldi þá fæ ég örugglega ekki krabbamein, ekki satt? Og svo bara fæ ég krabbamein. Og ég bara fæ krabbamein. Og hvað þá? Hvað gerist þá? Sumir ykkar geta sagt mér það. Ég ætla aðeins að tala um það af hverju og það er gott að Sverrir tala um sína sögu hér á undan. Það sem að ég hef lært í gegnum langa ævi. Þannig, ég kem úr fjölskyldu það sem er tvennt gert. Annars vegar sagðar margar sögur og ég ólst upp við það að það var sest niður við eldhúsborði og sagðar sögur á nágrannanum í sveitinni og sumir þeir sem að töldust vera svona betri meðlimir í fjölskyldunni þeir kunni að gleypa eftir eins og við köllum það. Það er að segja það er að vera með eftirhermur. Og móðbróðir minn Jóhannes Kristjánsson hann starfar við það.
Ég kunni aldrei að gleypa eftir. En ég lærði sem sagt það að segja sögur. Og þannig að það sem ég ætla að gera í dag, í staðinn fyrir að henda miklu af upplýsingum til ykkar, þá ætla ég að segja ykkur nokkra sögur. Ég ætla að byrja á því að því mér þótti ótrúlega væntu og það kom út bók eftir mig sem heitir Móti hækkandi sól. Og ástæðan fyrir því að þessi bók kom út var það að systir mín ákvað að taka sitt eigið líf. Hún var 4 árum yngri en ég, þetta var fyrir 11 árum síðan og hún hafði farið þennan veg sem að er ótrúlega erfið og grýtt braut sem að er að verða dópisti. Hún fór alla leið sem hægt að fara á þeirri leið á Íslandi, hún fór í vændi, hún tók heroin, morfín og svo framvegis. Svo var hún búin að vera streit í 6 ár og hún hafði reynt þetta áður og ég svona verandi svolítið mikið í hausnum á mér, svona kona sem að maður bara gerir hluti og svo bara gerir maður þetta, maður fer frá A til B og svo fer maður að sé. Ég var búin að setjast niður og ræða við hann og segja, Kristín mín, ég veit þú ert búin að reyna sjálfsvilskan, en þú ætlar ekkert að gera þetta aftur það. Og hún sagði náttúrulega nei og ég trúði henni. Og ég fór ekkert lengra eins og ég sagði með mér, já nú erum við búin að fara yfir þetta og hún ætlar ekki að gera þetta aftur. Og svo kemur áfallið, það sem að hún er bara búin að gera þetta og þetta var stærsta áfall lífs míns hingað til. Ég hef farið í gegnum nokkur áföll sem að hafa styrt mig og ástæðan fyrir því að það kemur upp úr rannsóknum þínum að þeir sem að hafa farið í gegnum áföll áður lifa það betra að vera einfallega því að við verðum betri í því eftir því sem við verðum eldri, ekki satt? Og eftir því sem að við upplifum fleiri áföll þá vitum við líka með einhverju ákveðni vissu ég mun geta að lifa þetta af vegna þess að ég hef einhverja reynslu þarna í pokunum sem að segja mig það. Þannig að það sem gerist er að árið eftir ég stödd í Kaupmannahöfn og ég er að fara í gegnum mitt sorgarferli og ég einhvern veginn labba inn og það detta upp í fangi á mér rannsóknir, ég er kenni í viðskiptafræði og leiðtogafræði en það detta í fangi á mér rannsóknir á von. Theory of Hope heita þessar rannsóknir á ensku. Og til þess að gera langa sögur stutta að þá var það svona upphafið að því að ég fór að nota kenningar úr því sem kallað er jákvæða sálfræði inn í því sem ég er að kenna sem er leiðtogafræði. Og það sem að ég las var það og það skipti mér rosalega miklu máli, en þess að ég gat ekki skilið af hverju hún stimplaði sig bara út. Ég bara gat ekki skilið það. Hvernig er hægt að missa vonina þannig að þú bara ákveður að fara, að bara þú ert hætt að taka þátt. En þá skildi ég það að það er hægt að gera það er hægt að missa vonina með þeim hætti. Og ég skildi í öðru lagi sem að mér fannst mjög mikilvægt að það er hægt að læra að vera vongóður. Og það snýst þessi bók. En ég ætla ekki svo mikið að segja ykkur á þenni, ég ætla aðeins að segja ykkur, ég ætla að lesa fyrir ykkur ljóðið. Þegar ég ákvað hvað hún ætti að heita, þá var það ákvað ég að lesa, setja ljóð sem er eftir afa minn, þar sem hann var að biðja ömmu minnar og hann skrifar þetta ljóð. Hún er þá í húsmæðraskóla og hann skrifar þetta ljóð til hennar. Móti hækkandi sól, móti himinsins vít vil ég halda með þér ástin mín. Þegar grundirnar anga í góðviðrisblæ þegar glói á tindana skín. Þá ótrauður leggja á ævinar brautum, ókunnar slóður með þér. Ég vil gefa þér alla mína gleði og sorg, ég vil gráta og hlæja með þér. Ég vil ganga með þér þó að gatan sé þröng, yfir grýtta og óruta slóð. Þú ert gæfa mín öll, þú ert geisli sem skín, þú ert gleðinar indæla fljóð. Ég vil helga þér allt sem er háleitt og blítt, hverja hugsun þá best er ég á. Ég vil syngja til þín öll mín sólfögru ljóð, hverja saklausa ást, hverja þrá. Í augum þér sé ég þér sólbjarta vor, sál mín er alltaf að þrá. Í örmum þér nýja í algleifisblund við yndisleg brjóstin því smá pása, hlæjum við alltaf mjög hátt í fjölskyldunum því að amma er núna að verða nýrað en hún átti 12 börn og hún er með mjög stór brjóst. Þannig að það er greinlegt hvað þau eru ung þarna. Fjarlægðin skilur mig frá þér stund, getur framtíðin helst úr því bætt. Ég orðna verið best við þá eldheitu glóð sem að ástin til þín getur glætt. Þau eignuðu saman 12 börn og amma er á lífi. Afi er reyndar dáinn fyrir 20 árum og hann fekk blöðruhálskrabbamein og þannig fór hann. En þegar hann fekk krabbamein þá var aldrei talað um það. Við vildum ekki tala um það. Þá var það viðbröðum við því að hann væri með krabbamein. Þá bara þegjaði algjörlega heil. Þannig að það var aldrei rætt neitt sérstaklega. En það sem ég hef búin að læra síðan er það að þegar að við verðum fyrir opun, þess vegna heitir erindi mitt núna að brotna til að opna. Það sem ég hef lært síðan er það að þegar að við verðum fyrir áföllum og við vitum það, hvað er það sem að spilast í hausnum á okkur þegar við fáum þá sem sagt greiningu að við séum með krabbamein. Hvað spilast? Gefið mér 1, 2 dæmi. En það bara, hvað segirðu? Já, það bara verður allt bara eins og Sverrir sagði á hann. Mér langar til að biðja ykkur að ímynda ykkur það núna, ég ætla að spila fyrir ykkur bíómynd og takið eftir því, þetta er ekki bíómynd krabbamein en eitt sem því skiptir.
Ég ætla bara að biðja ykkur að loka eins augunum. Þið verður að hlýða mér, eins og við erum að kenna. Þið verður að loka eins augunum. Við sjáum bíl, við erum með bíó, við erum með myndavél og við sjáum inn í bíl og það snjókoma og þetta aðfangadagskvöld og það foreldrar, það allir að loka augunum, það eru foreldrar, þau sitja í bílnum og það 2 lítil börn og þau eru 3 ára og þau eru 6 ára og krakkarnir eru þannig að það snjóar, það óbúslega fallegt og við erum að horfa inn í bílinn og það sett tónlist í útvarpi, mamman kveikir á útvarpinu og allt í einu brestur öll fjölskyldan í söng og þau byrja að syngja og þau eru á leiðinni til ömmu og afa. Hvað gerist næst? Þetta ykkar bíómynd. Þið megi opna augun. Segið mér hvað gerist næst. Þið eru að horfa á þessa bíómynd. Hvað gerist næst? Bílslys, bam! 80% þetta hefur gerðið rannsókn og 80% af þeim sem svara þessar spurningu segja það verður bílslys. Þetta það sem hausinn á okkur framkallar. Og ástæðan fyrir því að við, þess vegna segi það, þegar við segjum orðið krabbamein af því að það er svo mikið tabú í samfélaginu, þá hugsum við, bam, ég dáin, þeir opna mig og búm, það bara búið. Það sem að gerist það að við verðum að gera okkur grein fyrir því hvaða sem framkallast, hvaða myndi framkallast. Það sem að ég hef lært varðandi áfölli, fyrst og fremst það að ef að við leyfum okkur að brotna, ef að við leyfum okkur að grafa okkur niður í sandin, ef við leyfum á sorginni að komast upp á yfirborðið og hættum að reyna að vera svo frábærlega sterk eða frábærlega hugrökk, vegna þess að raunverulegt hugrökk að vera sannur, ekki sant? Og við erum samanlegt og þegar ég upplifi áfall, þá þarf ég á því að halda að upplifa sorgina. Ég þarf að brotna, því hvað gerist ef ég brotna? Þá raða maður saman brotunum, nákvæmlega. Það að ég gefi mér færi á að brotna, gefi mér færi á að raða saman brotunum aftur. Og það sem að maður spyr sig á þessum stundum þegar maður brotnar, fyrst og fremst, hvað það sem ég vil halda í lífinu? Þetta einstakt tækifæri og ég ekki að segja að maður eigi að líta svo á þess fabulosa frá krabbamein til þess að spyrja sig þessar spurningar. Það ekki það sem ég er að halda fram, heldur í hvers skipti sem að maður finnur fyrir áfalli, þá hefur maður tækifæri, maður komin að vegamótum og maður spyr sjálfan sig, hvað það sem ég vil halda í lífinu áfram? Hverju vil ég sleppa? Og hverju ætla ég að breyta algjörlega? Vegna þess að þegar ég raða saman brotunum alveg svo Caritas, hún ekki sama konan, hún verður ykkur önnur kona. Og það sem að skiptir máli það að það sem að, meðan ég var að undirbúa mig, þá var ég að fara hérna yfir rannsóknir, því afsaki ég ætla að lesa pingulít á ensku en ég mun þýða það. Það sem að skiptir öllu máli þegar við erum að rannsaka alls konar hluti, við erum að rannsaka hvernig stendur á því að sumir þrífast vel þó að þeir séu komin með krabbameinsgreiningu. Hvernig stendur á því að sumir hætta að verða alkoholistar og hætta að drekka? Hvernig stendur á því að sumir hætta að reykja? Hvernig stendur á því að við getum breytt lífi okkar? Og það sem að við komumst að aftur og aftur og það sem að rannsakandum og okkur sem erum í rannsókn finnst mjög óþægilegt að það stendur trú. Trú. Ég veit að Sigurður kemur þetta ekkert óvart. En rannsakendur vilja ekki taka þetta svona. Þannig að það sem að skiptir máli að það var að fara að rannsaka hvað stendur á bak við trú. Það sem stendur á bak við trú eru viðhorf okkar til þess hverju við trúum. Sjáu þið til, það nefnilega þannig að það sem að skiptir máli það hvað ég sé fyrir mér hér. Hverju trú ég það hvernig framtíð mín verður, það sem skiptir máli. Og það var sem sagt, William James oft kallað faðir bandarísku sálfræðinnar. Hann var maður sem var, þegar hann var ungur maður og þá var hann frekar þunglindur og honum fannst hann ekki geta neitt, bróðir hans var rithöfundur og þið viti hvernig þetta maður alltaf að bera sig saman við systkini sín og hann ákvað að tilveran væri bara, hann var búin að reyna fyrir læknisfræði, hann var búin að reyna ýmislegt og hann ákvað bara að tilveran væri ekkit sérstaklega þessi virði að lifa. En það sem hann gerði var það að áður en að hann myndi sem sagt svipta sér lífi, þá ákvað hann að það væri sem sagt að það væri þess virði að gefa sér færi á því að breyta vana. Hann ætlaði að gefa sér 1 ár til þess að hann sagði, ég ætla að gefa mér 1 ár og í þetta eina ár ætla ég að trúa því að lífið sé gott. Ég ætla að trúa því að ég muni ná árangri. Ég ætla að trúa því, ég ætla að haga mér eins og ég vildi að hlutunni væru. Hann segi
Ég ætlaði að vera alveg rosalega skipulögð og vera búin að, já, hérna þetta. Hann er ég eitthvað að falla tíma? Hann sem sagt hérna, hann stendur, hann ungu maður, hann velta fyrir sig, ég ætla bara að stimpla mig út. Þetta er það ekki bara betra? Og nú ætla ég að lesa á ensku og svo þýðum við saman. 2 months later, James made a decision. Before doing anything rash, he would conduct a year-long experiment. He would spend 12 months believing that he had control over himself and his destiny, and that he could become better, that he had the free will to change. There was no proof that it was true, but he could free himself to believe it, that change was possible. Hann ákvað sem sagt á þessum 12 mánuðum að trúa því að hann gæti breyst, að trúa því að hlutinir gæti komið til hans, að trúa því að lífi gæti orðið eins og hann vildi. Og náttúrulega árið seinna þá hann orðinn prófessor við Harvard og hann var sem sagt þekktasti bandaríski sálfræðingurinn. Það sem við erum að fá upp úr rannsóknum það sem við vitum í hjörtum okkar. Leið og ég er búin að brotna, og það sem það kennir mér að brotna, það kennir mér auðmýkt, og leið og ég er búin að læra auðmýkt, þá veit ég það að styrkleiki minn og hugrekki liggur í því að vera sönn, og ef ég er sönn þá gengst ég við því að ég er kvíðin, að ég er þunglynd, að þetta er erfitt, að ég er hrædd, að ég þarf á hjálp að halda, vegna þess að ef ég ætla að breyta einhverju lífi mín þá ger ég það ekki ein, og við erum að sjá það líka að það er ekki bara það hverju ég trúi, hvaða áhrif viðhorf mín hefur, heldur að gera það með öðrum. Þannig í Guðanna bænum, ef að þið eruð nýgreind með krabbamein eða greind með krabbamein, styðjið þið hvort annað vegna þess að þar munið þið fara, passið ykkur á myndinni sem þið setið upp. Það er þrennt sem ég legg áherslu á til þess að við getum nært í hverju ég vil trúa, og ég ákvað það þegar ég var að undirbúa mig núna að nú ætla ég að taka ár og búa til það sem ég vil trúa sjálfan mig, skiljið mig. Ég sagði með mig, Jesus, hvað þetta er merkilegt. Ég vissi þetta alveg áður, en mér fannst þetta aftur nýtt upp og nýtt merkilegt, skiljið mig, þegar ég var að undirbúa mig fyrir ykkur. Þannig ég sagði með mig, jæja Árleitis, nú ætla ég að fara í gegnum það sem ég trúi sjálfan mig. Og ég ætla að taka heilt ár í það að æfa mig á hverjum einasta mótni, eru þið með? Að æfa mig á hverjum einasta mótni að sjá fyrir mér, hvað er það sem ég vil, hverju vil ég trúa, hvað er það sem ég ætla að sjá að gerist og koma fram. Skiljið mig, vegna þess að það sem skiptir máli er það að við höfum ykkurst ákveðið vald yfir því hverju við trúum. En til þess að hafa þetta vald þurfum við næra þrennt, og ég ætla að enda á því, ég voni að hafa tíma. Við þurfum að næra þrennt, við þurfum að næra líkamann. Hérna erum við ósvöla fucked up að mínum mati því að segja orðbragðið. Við trúum því að við þurfum að vera á einn hátt að eitt líkamsform sé betra heldur en annar líkamsform. Við trúum því að okkur finnst skrítið, sko, við fæðumst með ákveðin augu, við fæðumst með ákveðin skóstærð, en nei, við eigum öll að vera eins. Við eigum öll að vera ógeðslega mjó og brún og helst taka 52 tinda á einu ári. Skiljið, að þetta sé að vera heilbrigði. Ekki alveg í mínum bókum. Í mínum bókum þýðir það að ef ég horfi á mömmu mína og frænkur og ömmu mína þá sé ég nokkurn veginn hvernig líkamsformið er og svo ger ég það besta fyrir sjálfa mig. Í staðinn fyrir að gera samanburð á því hvernig ég er miðað við einhverja aðra, hvort sem að það er þegar ég er veik eða ekki veik, að þá verði ég að horfast inn á við, horfa á mína eigin næringu. Í öðru lagi þá vitum við þurfum að hreyfa okkur og við þurfum að næra okkur. Og við þurfum að trúa því að svo hreyfing og svo næring sé eitthvað sem að ég veit nákvæmlega hvað ég þarf. Hvað er það sem gefur mér? Þetta er það að hugsa vel líkamann. Ég þarf að næra sálina í mér. Sálin í manni er eitthvað þetta gamla, nú ætlum ég bara að leyfa mér að segja hluti. Sálin í mér er eitthvað þetta gamla, það er gamli hlutin á okkur. Hvernig nærum við sálina í okkur? Við vitum þetta. Þurfum ekki eins og niður. Hvernig nærum við sálina í okkur? Það var enginn sem sagði þetta, bara sitja og ekki segja nei. Hvernig nærum við sálina í okkur? Biðja til Guðs, það er ein leið. Hvað annað? Hugsa, hvað séru? Tala við börn, já. Börn og barnabörn. Tala saman, nákvæmlega. Hugsa jákvætt. Allt þetta, við nærum líka sálinni í okkur. Við nærum sálinni í okkur náttúrulega fyrst og fremst með samskiptum og samleið með öðru fólki. En við nærum sálinni í okkur með fegurð. Og við nærum þar alveg sálinni í okkur með listum og því að njóta lista. Þannig ef við erum duglega að fara, þið vitið, lesa góða bókmenntir, lesa ljóð, fara á tónleika, fara í leikhús, fara á myndlistarsýningar, Eru þið duglega að gera það? Með þeim hætti erum við að næra sálinni í okkur. Við nærum sálinni í okkur með því að eiga einstakt samband við náttúruna, sjáu þið til. Mitt samband er ekki sama og þitt samband.
Er það sjórinn, er það tré, er það hérna fjöllin, hvað er það sem nærir þig en að eiga þetta samband við náttúruna er mjög mikilvægt. Við nærum sálina með því að styðja fegurð í okkur eigin lífi. Vakniði á morgnana og klæðið ykkur í það fallegasta sem þið eigið. Sem að þið settu bílinn upp í að það var svo dýrt. Eða skarkrippina sem að þið fenguðu í gjöfu. Ég veit að kallanir getur kannski ekki en þið getur eitt samt. Setið þið á okkur andlitið. Reynið að vera eins sætar og sexy og þið getið, sætar og sexy og þið getið. Fegurð er mikilvæg í öllu formi. Er það að nota stelli sem þið fenguðu í brúðkaupsgjöf? Er það bara einu sinni ári eða tvisvar ári eða er það alltaf? Fegurð í kringum, eigið ykkar eigin stað heima í okkur, eigið heima á rétta staðnum. Eru þið að næra ykkur sjálf með fegur í hverskins formi sem við finnum fegurð? Og það er mjög mikilvægt að gera það til að næra sálinn í okkur. Þannig að það er það sem skiptir máli. Í þriðja lagi, ég ætla að stoppa að vita hvort ég gleymi ykkur í sambandi sálina. Ég er örugglega að gleyma ykkur. En fegur þarna er mjög mikilvægt. Í þriðja lagi, þegar við erum að tala um að næra andan, þá sé ég andan fyrir mig svona eins og þetta unga í okkur. Og andin er alltaf að segja, en hvað næst? Heyrðu ég ætlaði alltaf að. Já, ég ætlaði að. Ég sé þetta svolítið fyrir mér eins og steikt egg. Og í miðju steiktu egginu er rauðan og inn í rauðun er allt eins og hefur alltaf verið. Nú er búið að grýta þeim sem hér eru með þá greiningu og hafa einhvern tíma fengið krabbamein eða eru með krabbamein. Það er búið að grýta ykkur út á, sko ekki bara þessa hvítu óræðu hóla, heldur út á brúnina og maður hangir og maður veit ekki alveg í hvað maður á að gera. En leiðum að fer út úr rauðinni, þá byrjar maður að vaksa sem einstaklingur. Ég hvet ykkur til þess að fara reglulega út úr rauðinu því það er andinn sem kallar. Hvað viltu næst? Hvað á að gera næst? Byrju, já, ég ætla alltaf að læra spænsku, mér langar alltaf að fara til, já, heyrðu, ég ætla alltaf að heimsækja, ég ætla alltaf að keyra þessa leið, ég ætla alltaf að prófa mexikanska mat. Skiljið, bara það að gera eitthvað nýtt, það þarf ekki að vera stórkostlegt, þá erum við að næra andan. En ég grunum að ég sé stórfallin á tíma. Kærar þakkir fyrir mig, gaman að vera með ykkur.